Velkomin öll sömul í dag og gleðilegan hvíldardag. Við skulum hefja þessa stund með bæn. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir þennan fallega dag og þökkum þér fyrir hvíldardaginn sem þú hefur sett til hliðar fyrir okkur. Við biðjum að vera hér með okkur á þessari stundu í Jesú nafni. Amen. Við skulum hefja stundina með því að syngja sálmi númer 56. Við syngjum hinn mikla mátt. Og nú skulum við syngja það að Jesús, hann alveg að fara að koma aftur og það sálmi númer 146, ég mun brátt sjá augliti Jesú, ég hlakka mikið til.
þetta er mikið tilhökunarefni þegar Jesús, hann kemur aftur. Og ég ætla að lesa núna úr, ég er að reyna að finna þetta. Það er Rútarbókin, já. Við skulum rísa á fætur, lesa úr Rut, 1. kafla, 16 til 17. En Rut svaraði: Legðu eigi að mér það að yfirgefa þig og hverfa aftur, en fara eigi með þér. Því hvert sem þú fer, þangað fer ég, og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk er mitt fólk og þinn Guð er minn Guð. Hvar sem þú deyr, þar deyr ég, og þar vil ég vera grafinn. Hvað sem Drottinn lætur fram við mig koma, þá skal dauðinn einn aðskilja mig og þig. Skulum biðja. Drottinn minn, við lofum þig fyrir kærleika þinn og trúfesti þína við okkur. Og við þökkum þér fyrir að hafa sendt son þinn engillinn til okkar, að hann skulle hafa viljað deyja fyrir okkur. Hjálpaðu okkur, Drottinn, að vera eins og Jesús. Hjálpa okkur að breytast í hans mynd frá dýrð til dýrðar. Ég bið þig að hjálpa okkur að vera ljós í þessu lífi fyrir aðra. Og ég bið þig að vera með öllum þeim sem að eiga sárt að binda, eru sorgmæddir, einmana. Og alla þá sem komast ekki í kirkju í dag. Viltu vaka yfir okkur öllum og hjálpa okkur að gera þetta þjóðfélag betra þjóðfélag en það er. Ég bið fyrir ræðumanninum að þú megi leiða hann með þínum heilaga anda og að þú megi tala til hjarta okkar. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við syngja sálmi númer 237, Drottins vinir munu mætast, 237. Amen.
Ég ætlaði bara að syngja einsöng fyrir ykkur. Það ekki alltaf lagi. Það vantaði eitt erindi. Ok, nú skulum við taka upp gjafir og það 15. ágúst og það rennur í safnaðarsjóð. Við skulum biðja. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir allar góða gjafir sem þú gefur okkur og við viljum heiðra þig með því sem þú gefur okkur. Viltu blessa þessar gjafir og margfalda og gefa að þær mætti verða þínu starfi til góðs og þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Já, krakkar, nú komið að ykkur. Við megum alveg koma hérna fram og setjast. Við ætlum að syngja barnasálminn Fús ég fylgi þér. Kunnið það ekki? Kunnið ekki sálminn? Fús ég fylgi þér. Is anyone here that needs English translation? Má ég sjá hendur? Can I see your hands? Okay, I will translate at the back for you. And there are translation systems at the back, which Jakobo will bring to you. Heyrist? Já, það heyrist í mér, er það ekki? Hvernig var vikan ykkar, krakkar? Skemmtileg. Voru þið eitthvað að horfa upp í himinin í vikunni? En var skýjað? Sáu þið eitthvað? Nei. En tókuð þið eftir því þegar að allt í einu, það byrjaði allt byrjaði að vera svona dökkt. Og svo var bara eins og var komið nótt miðjan dag. Tókuð eftir því? Já, þetta var svolítið magnað. En hefði verið gaman að það verið ekki skýjað. Kannski einhverjir fullorðnir inn í salnum sem fóru eitthvað lengra í burtu og sáu sólina þegar tunglið fóru fyrir sólina. En mér langar til að segja ykkur eina sögu af einum strák sem að þið hafi kannski heyrt þessa sögu áður en hún er mjög góð
Og að því að við fullorðna fólki ætlum að tala eitthvað sem tengist þessum strák, þá ætla ég að segja ykkur þessa sögu. Það var lítill strákur sem svona, hún verður róleg núna, þá getum við haldið áfram. Pabbi er erfitt með að einbeita sér þegar en, sko, sjáu því. Munið þið eftir stráknum Samúel. Eigið þið þessa bók heima, trúfastir vinir? Já. Ef þið eigið ekki, þá skulum við bara reyna að finna út úr því að þið fáið svona bók. Þetta mjög góða bækur. Og það skemmtilega myndir, þess vegna tók ég hana með. Þessi saga heitir í trúfastir vinir, hún heitir, já, þetta er bókin okkar, það er rétt að stililega. Litli presturinn Samúel. Samúel, hann var á komið hann í musterið. Vitið af hverju hann Samúel var svona lítill þegar hann fór í musterið? Það var út af því að mamma hans fékk loforð að fá dreng og hún lofaði á móti að hún myndi gefa honum, hann myndi gefa líf sitt Guði. Þannig að þegar hann var lítill þá kom hann í musterið og hann átti að búa hjá Eli prest. Og Eli prestur hann var að sýna honum allt saman, hann fór með hann í gegnum musterið og sýndi honum forgarinn og sýndi honum allt hvað var að gerast. Og í bókinni þá segir ykkur frá því að það eru svona litlar bjöllur hérna á kirtlinum hjá æðstaprestinum, hann Eli. Og hann var æðstaprestur, þess vegna var hann með svoleiðis. En hann Samúel, hann fekk að vera í musterinu. Og musterið var það sem að fólk var að koma til að tilbiðja Guð í gamla daga. Og hann fekk að sjá inn í musterinu ljósastikunar og gullaltarið og gullborðið með skoðanabrauðunum og hann fekk að líka vinna sérstakt verk fyrir Guð í musterinu. Eli hann var að hjálpa Eli og hann var að opna og hann var að sópa og gera ýmislegt, kom með eldi við og hann var bara að hjálpa Eli presti. Þeir þurfti alltaf að passa að það væri olíur á ljósastikunum, þannig að það var líka að þurfti að Eli presti var að passa það. En svo þegar kom kvöld, þá hjálpaði Samúel honum að loka musterstyrunum. En þá kom að þeim tíma sem að Samúel þótti mest skemmtilegt. Vitið hvað þeir gerðu á kvöldin? Þá fóru þeir að lesa saman sögur úr Biblíunni, frásögur úr Biblíunni. Og þau voru ekki með svona venjulega bækur þá, eins og við erum með svona bækur sem opna svona, heldur vorum með svona rúllur, bókarrúllur. Þannig að sjáðu hvernig hann rúllar bókinu upp. Sjáðu það kannski ekki alveg nógu vel. Þeir sem komu og nógu hugrakir að koma framar, þeir sá það mjög gott. Að þá voru að vera að lesa. Og hvað sögur heldur að Elía prestur hafi verið að lesa með? Hann var að lesa Móses í körfunni og Jósef og kannski líka Rut og Daniel og marga sögur í Biblíunni og Samúel þótti rosalega vænt þessa tíma þegar hann var að heyra sögunar. En svo gerist það einn daginn að Samúel sagði góða nótt við Eli prest. Og hann bjóð svo á gólfinu og hann fór síðan að sofa. Hann bað til Guðs og fór svo að sofa. Eli prestur hann var í herberginu þarna rétt hjá og ef hann þyrfti að halda einhverju þá kallaði hann stundum á Samúel, herri getur þú náð í vatn fyrir mig eða eitthvað svoleiðis. Samúel fór að sofa og hann var steinsofnaður þegar hann heyrði einhverja rödd sem sagði, muniði hvað röddin sagði? Samúel. Hann spratt upp og hann hljóp til Eli prest því að Eli prestur var svo sem var næstur honum. Það hlýtur að hafa verið Eli prestur sem kallaði, það ekki? Nei, það var ekki Eli prestur. Hann sagði, hér er ég, þú kallar á mig. En Eli prestur sagði, ég kallaði ekki, farðu aftur að sofa. Og Samúel fór aftur að sofa. En áður en að Samúel gat sofnað, þá heyrði hann röddina aftur. Samúel. Samúel spratt upp og hann hljóp til Elía prest og sagði, hér er ég, þú kallar á mig. En Eli prestur sagði, ég kallaði ekki svona minn, leggstu út af aftur, farðu aftur að sofa, það er nótt. Hafið einhvern tímann vaknað miðja nóttina og mamma og pabbi segi bara, nei, það er nótt ennþá, farðu aftur að sofa. Hann sagði,
ég kallaði ekki sonur minn, leggstu út af aftur. Og Samúel fór hægt tilbaka. Hann var alveg viss það. Það var einhver að kalla á hann. En hver gat það verið? Eli prestur var eini sem var þarna. Þegar Samúel var næstuð í legstur og koddan aftur, kallaði röddin, Samúel. Og Samúel spratt upp og hljóp til Eli prest. Hér ég, því að vissulega kallaðu. En það var ekki fyrir þá sem að Eli prestur fattaði að það hlaut að vera Guð sem var að kalla Samúel. Hann sagði við hann, farðu og leggstu út af og ef hann kallar aftur, skaltu segja, tala þú drottinn, því að þjónn þinn heyrir. Einu sinni enn lagði Samúel út af í rúmið. Haldið að Samúel hafi sofnað aftur. Nei, hann lá alveg glaðvakandi í rúminu sínu og beið. Hlustaði og hlustaði. Getið ímyndað að eyrun hans bara næstu kannski stækkuð aðeins, þegar hann var svo mikið að reyna að hlusta. Þá kallaði röddin, Samúel, Samúel. Og Samúel settist upp í rúminu og ofurlátt þá hvíslaði hann. Þið hvísla með mér. Munið hvað hann átti að segja? Tala þú, drottinn, því að þjónn þinn heyrir. Hann hvíslaði alveg ofurlátt. Hann var pínu feiminn. Haldið að Guð hafi kannski bara ekki heyrt í honum þegar hann talaði svo látt. Jú, hann heyrði. Hann heyrir nefnilega líka þegar við hvíslum. Guð heyrir nefnilega rosalega vel. Guð heyrði hvíslandi rödd Samúels og Guð talaði við Samúel og hann sagði honum frá mörg og margt mikið. Og Guð sagði Samúel að hann hefði valið hann til að vera prestur. Og mikið var Samúel glaður því að hún langaði svo mikið að vera prestur. Og þetta er sem sagt sagan af Samúel, litla prestinum. Og Samúel var síðan spámaður Guðs. Og hann sagður hafa skrifað eina af sögunum sem við ætlum að lesa saman fullorðna fólkið hana Rut. Það er talið að hann hafi skrifað Rutabók sem við ætlum að lesa með fullorðna fólkinu. Og rosalega voru þið duglega að hlusta, krakkar. Og vitið það er rosalega gott af því að hvað átti Samúel að gera í bókinni, í sögunni? Hann átti að hlusta á Guð. Og við þurfum alltaf að hlusta á Guð og þegar Guð kallar, þá segir við, tala þú drottinn því að þjónn þinn heyrir. Þá segir við erum tilbúin að gera það sem þú biður okkur Guð. Eigum við að lúta höfð í bæn, krakkar? Skulum spenna greipar og segja, góði Guð, takk fyrir það að þú hefur skilið eftir fyrir okkur þitt orð með frásögum og sögum af því hvernig stórir og litlir hafa náð að kynnast þér og hversu miskunnsamur og góður þú ert, Guð, við okkur. Góði Guð, hjálpa okkur að hlusta á þig þegar við lesum við Biblíunni og þegar við förum í gegnum daglegt líf. Vertu með okkur og leiðbind okkur og blessa þessi börn alveg sérstaklega, bæði litlu börnin sem eru hér og líka stóru börnin sem sitja aftar. Við þess í Jesú nafni. Amen. Takk kærlega, krakkar, fyrir að hlusta. Þetta var sagan litla prestinn Samúel. Ok, nú sest við hana. Taka bókina tilbaka. Þú mátt hafa hana. Gleðilegan hvíldardag öllsömmul. Það er gaman að sjá okkur svona mörg komin saman. Nú fer sumarfrístíminn að ljúka og fólk fer að koma aftur heim. Ég held ég sjá líka nokkra gesti og ég bið ykkur alveg hjartalega velkomin, þeir sem eru gestkomnandi. Ég bið líka þá velkomna sem er að fylgjast með okkur á netinu. Við vorum að syngja saman nokkra sálma. Voru einhverjir sem að ferðust eitthvað út fyrir höfuðborgarsvæðið? Einhverjir sem voru svo heppnir að sjá almyrkvan ekki bak við skýin? Nei, en tókuðu ykkur tíma til að fylgjast með því hvernig myrkvið kom yfir á miðjan degi? Við vorum bara heima eins og var aðlagt og svo sáum við pínu eftir því að það voru svo margir sem voru líka heima út á svölunum þannig að það var ekki þögn og
Við heyrðum ekki hvernig fuglarnir þögnuðu og hvernig þeir byrjuðu aftur að syngja eins vel. En það var samt alveg magnað hvað myrkrið kom hratt yfir og ennþá magnara hvernig birtan kom aftur tilbaka, þó að þetta hefði gerst bak við skýin. En ég ætla nú kannski ekki að tala mikið um það, en ég var samt hugsað til þess þegar við vorum að syngja salmana hérna áðan að svona almyrkvi, þetta er einhver undrasmíði. Þetta er svona einhvers konar eðlisfræði dæmi sem er mjög flókið að leysa. Tunglið þarf að vera í nákvæmri stærð og það þarf að vera nákvæmum sporbaug í kringum jörðina til þess að kringumstæður geti yfir höfuð átt sér stað. Deildarmyrkvar eru náttúrulega algengari en almyrkvi krefst þess að tunglið sé nákvæmlega í þeirri fjarlægð frá jörðinni og nákvæmlega þessar stærð til þess að það geti verið akkurat fyrir sólinni þótt það sé bara tímabundin tími. Maður áttaði sig ekki alveg á því hvað svona almyrkvar eru stórir út í heimi og víðsvegar. Og maður sér það að hann Stjörnu Sævar, hann byrjaður að plana það að vera með hópferð fyrir Íslendinga til Spánar eftir, er það ekki næsta árið eða 2027, þegar almyrkvinn kemur aftur þangað. Og eflaust í betra veðurlagi þá er meiri líkur á þessi ekki skýjað og menn geta séð almyrkvann þó ekki, almyrkvann með berum augum en deildarmyrkvann ekki með einhverjum slíkum gleraugum. En við sungum salminn númer 146, ég mun brátt sá augliti Jesú og var himins stjörnu dýrð. Hversu miklu fremur verður þá sú stund þegar Kristur kemur tilbaka? Hversu miklu fremur ættum við að láta okkur hlakka til þess? En sjónarspil er almyrkvinn svo sannarlega, en það er ótrúlegt. Það verður ótrúlegt að sjá þegar Kristur kemur tilbaka. Það sjónarspil verður margfalt meira. Mér langar til að biðja ykkur sem ekki nú þegar eru með biblíuna uppi við að taka upp biblíuna því að við ætlum að lesa saman í Rutabók. Og Rutabók er beint á eftir Dómarabókinni. Og ef þið eru ekki með biblíur þá eru landsbiblíur hérna aftast á íslensku, ensku og spænsku og jafnvel einhverjum fleiri tungumálum. Þannig ég hvet ykkur til að taka upp biblíuna og við munum lesa saman. Rutabók er ein af styttri bókum biblíunar og eins og ég nefndi þá kemur hún beint á eftir Dómarabókinni og það er ekki að ástæðulausu að Rutabók kemur beint á eftir Dómarabókinni. Það passar vel því að atburðarsögunar eiga sér stað á tíma dómaranna, eins og við sjáum í fyrsta versi. Í þá daga dómararnir stjórnuðu bar svo til. Og það er ekki tekið fram sérstaklega í Rutabók hver er höfundur bókarinnar, hver ritaði niður frásöguna. En það er samkvæmt hefðum gyðinga talið að Samúel hafi skrifað niður bókina. Það er einnig vísbendingar þess efnis að finna í bókinni og meðal annars vegna þess að frásögnin sem er rituð hér hefur líklegast ekki verið rituð niður í þessu formi fyrir en á tíma Davíðs. En áður en við opnum biblíuna, sem ég vonandi þess að koma með í hendurnar, þá skulum við lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir náð þín og miskunn. Við þökkum þér fyrir það að við getum komið saman hér og vegsama þitt nafn og lofa þig. Kæri Faðir, við þökkum þess líka að við getum rannsakað í ritningu þinni saman og við getum lært meira þinn kærleik og þinna náð og þinna miskunn. Kæri Faðir, við biðjum þess að þú megir útdeila þínum heilaga anda yfir okkur ríkulega, yfir alla þá sem hér eru samankomnir, þá sem að fylgjast með á netinu og einnig mig sjálfan. Kæri Faðir, að við megum opna þitt orð og það megi verða okkur öllum til blessunar. Við vitum það og treystum því og biðjum þess í Jesú nafni. Amen.
Rutabók byrjar og hefst á sögunni Elimelek og konu hans sem eru af Efraimætt og eru frá Betlehem í Júda. Það kemur hungursneið á þessum tíma og þau ákveða að flýja til Móabslands og hann fer þar ásamt 2 sonum sínum. Mahlón og Kiljón sjáum við í öðru versi. Þau fara til Móabslands og dvelja þar. Móabsland var byggt af afkomendum Lóts. Og við þekkjum það í ritningunni að það var oft svolítið kýtingur á milli Móabslands og Ísrael. Þannig það kannski sýnir okkur það að aðstæðurnar í Ísrael voru bæði staðbundnar en líka frekar slæmar. Að þeir skyldu fara út úr Ísrael og fara inn í að þetta líkitum óvinnveitt ríki, Móabsland. En þessi frásögn segir okkur samt frá því að þó að Ísrael og Móabsland hafi verið í stríði og verið í andstöðu hvort annað, að það voru samt einhverjir í Móabslandi sem gátu sýnt góðmennsku og hann gat þó leita til þeirra á þessum tímum. En Elimelek, og það sem þýðir eitthvað á þessa leið nafnið hans Guð konungur, hann ákveður að fara úr Ísrael og það mætti kannski túlka sem einhvers konar svik við Ísrael, að fara frá Ísrael. En hann ákveður að gera það. Og við lesum bara, við erum ekki komin nema í 3. vers, þá lesum við, þá dó Elimelek, maður Naomi, en hún lifði eftir með báðum sonum sínum. Og sagan fer svolítið hratt, þetta svona undirbúningur á því hvað næst kemur. Og í 4. versi kemur, þeir gengu að eiga móabískar konur, hét önnur Orpa en hinn Rut. Og þau bjuggu þar hér bil 10 ár. Svo kemur annað vers, 5. vers. Þá dóu þeir líka báðir, Mahlón og Kiljón, og konan lifði ein eftir báða sonu sína og manninn sinn. Harmur Naomi hér í forgrunni. Og Naomi sem hafði aldrei ætlað sér að setja stað í Móabslandi hafði núna ekki lengur neina ástæðu til að vera þar. Og hún bjóst sjáum í 7. versi, hún bjóst til að hverfa aftur heim frá Móabslandi með tengdadætur sínum því hún hefði heyrt það í Móabslandi að drottin hefði vitjað liðsins og gefið þeim brauð. Hungursneiðin sem hefði verið í Ísrael, henni var lokið. Og hún leggur á stað, sjáum við í 7. versi, og báðar tengdadæturnar fara með. Og það segir okkur það að þær voru tilbúnar að koma með henni, sem ákveðin hollusta, ákveðin kærleikur sem þau sýna öldruðri tengdamóður sinni. En í 8. versi þá snýr Naomi sér við og talar við báðar tengdadætur sínar og segir, farið snúið við hvorum sig til hús móður sinnar. Það áhugavert, hann segir ekki til hús föður ykkar, hann heldur til móður sinnar. Þeir kannski hefur haldið að þau geta höfða freka til mæðra sinna. Og hún segir, drottin auðsinni yður gæsku, eins og þið hafið auðsinn þínum látnu og mér. Hún heldur áfram í 9. versi, drottin gefi yður að þið megi finna athvarf hvorum sig í húsi manns síns. Síðan kysst hún þær. Naomi að segja við tengdadætur sínar, takk kærlega fyrir að vera tilbúnar að koma með mér, ég kann að meta það, en ég vil ekki taka af ykkar líf. Farið tilbaka, reynið að byggja lífið upp á nýtt, þegar það skilið. Og svo kysst hún þær, já. En þær tók að gráta hástöfum og sögðu við hana, nei, við viljum hverfa aftur með þér til þíns fólks. Þau vildu fara með Naomi. En Naomi, henni þótti vænt tengdadætur sínar en hún vildi ekki dæma þær í þá eymd sem hún upplifði að hún væri sjálf föst í.
Og hún heldur því áfram og segir í 11. versi, og það stendur í 11. versi, Naomi svaraði, hverfið aftur dætur mínar, hví viljið þið fara með mér? Mun ég enn bera sonu í skauti mínu, vera megi menn yðar. Hverfið aftur dætur mínar farið heim, því að ég orðin of gömul til að giftast aftur. En segjum nú svo að ég hugsaði, ég hef enn von, og að ég giftist meira, segi í kvöld, og fætti einnig sonu, ættu þið þá fyrir þá sök að bíða til þess að þeir eru fulltíða. Fyrir okkur í nútímanum þá þetta svolítið skrítin framsetning. Kannski að því að við áttum okkur ekki á því hvernig kerfið virkaði. Kerfið virkaði þannig að ef að elsti sonurinn átti konu og hann féll frá, þá átti næsti sonur að taka við og svo koll af kolli. Og það var til þess að allt snerist það það að varðveita arfleiðina. Ættin myndi halda áfram. Arfleið að það kæmu afkomendur og ættarleikurinn myndi ekki leggjast út af. En við sjáum hér að það er ekki nefnt neinn börn. Þannig að þeir, hvorki Orpa né Rut, hafa eignast börn með mönnum sínum. Þannig að þessi tími í Móabslandi einkennist af missi og af því að það komi engin börn. Það kom heldur ekki þessi blessun sem fylgir börnum. Og hún spyr áfram. Ættu þið fyrir þá sök að lokaður inni og ekki giftast, þetta er vers 13. Nei, dætur mínar, mér tekur mjög sárt til ykkar, því að hönd drottins hefur lagt þungt á mig. Hún segir, Guð hefur lagt sína hönd þungt á mig. Hún segir við þeim, þið þurfið ekki að bera þessa byrði með mér. Og þær grétu enn meira, Orpa og Rut. Og Orpa, hún virti óskir tengdamóður sinnar og kvaddi hana með kossi. Það er ekkert í Biblíunni það er ekki hægt að finna að það sé haldi gegn Orpu að hún hafi valið að fara heim á þessum tímapunkti. Það er ekkert í orðalaginu, skilst mér, það er ekkert sem að kemur fram í hebreska textanum sem gefur eitthvað til kynna að Orpa hafi gert eitthvað skrítið val eða hún hafi vanvirt tengdamömmu sína. Þvert á móti þá talað mjög fallega um Orpu. En versi heldur áfram, 14. vers, og segir, en Rut gat ekki slitið sig frá henni. Þá mælti Naomi, sjá mágkona þín er snúin heim aftur til síns fólk og síns Guð. Farðu nú heim aftur á eftir mágkonu þinni. Í 3. sinn, segir Naomi, þú þarft ekki að koma með mér. Ég er þakklát fyrir það að þú vilji koma, en þú þarftir í alvörunni ekki. Í 3. sinn reynir hún að telja henni það að hún þurfi ekki að koma með henni í fjarlægt land, burt frá allir fjölskyldunum sinni og inn í einhverja kringumstæður, og Naomi meðvituð líka það að hún var mun eldri og hún myndi ekki geta passað upp á hana á nýjum stað á heimaslóðum sínum. En það er þá sem að Rut svarar. Og Vigdís las fyrir okkur áðan. 16. vers. En Rut svaraði, legðu eigi að mér það að yfirgefa þig og hverfa aftur og fara eigi með þér, því að hvert sem þú fer, þangað fer ég. Og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk er mitt fólk og þinn Guð er minn Guð. Það sem þú deyr, þar dey ég og þar vil ég vera grafin. Hvað sem drottin lætur fram við mig koma, þar skal dauðinn einn aðskila mig og þig. Ég held að það sé eiginlega varla hægt að taka af alla vafa með skýrari hætti. Rut segir bara, ekki tala um þetta aftur. Ég er ekki að fara neitt, ég ætla að fara með þér. Hún hafði kynnst hennar Guði og hún vildi fara
og það var hennar Guð líka. Og hún segir jafnvel fram yfir líf hennar að þá myndi hún vilja vera á þeim stað sem hún er. Hún vill vera grafin á sama stað og tengdamóðir sinni í grafin. Og í 8. versi lesum við að Naomi sá að hún var fast ráðin í því að fara með henni. Þá hætti hún að tala fyrir henni. Og síðan koma þær tilbaka til Betlehem. Og það kannski ekki sagt mikið frá þessu ferðalagi sem hefur nú örugglega verið aðeins lengra en bara, sem við segjum hérna í hálfu versi, bara héldu þær á stað og svo koma þær til Betlehem. Það var ekki aðalatrið í sögunni. En þegar þær komu til Betlehem, þá komst öll borgin í uppnám út af þeim og konurnar sögðu, er þetta Naomi? Naomi, hinn yndislega. Og í 20. versi þá svarar Naomi, kallið mig ekki Naomi, kallið mig Mara, því hinn almáttugi hefur búið mér beiska harma. Naomi þýðir hinn yndislega, Mara þýðir hinn beiska. 21. versi, rík fór ég héðan en tóm hent, hefur drottin látið mig aftur hverfa. Því kallið mig Naomi, úr því drottin hefur vitnað í móti mér og hinn máttgi hrellt mig. Orðalagið er svipað og orðalagið sem Job notar. Það er svona pínu að kenna Guð en samt tekur hún því bara sem eins og það er. En þarna var Naomi komin heim og Rut, hinn Móabiska, tengdadóttir hennar, kom með henni. Og þær komu til Betlehem í byrjun byggskurðar, sjáum við í lok versi 22. Og þá vitum við að það var í kringum apríl sem að þau voru komin, byrjun sumars, lok vorsins. Þau voru svolítið erfiðri aðstöðu. Við erum að tala aldraða konu og ekkju og svo erum við að tala útlending og ekkju. Þau voru ekki beint í þeirri svona forréttindastöðu eða þetta yrði aldrei auðvelt. En Rut, hún setti það ekkert fyrir sér hvort eitthvað væri auðvelt eða erfitt. Í öðru versi segir hún við Naomi, ég ætla að fara út á akurinn og tína upp öx eftir einhverjum þeim kann að sýna mér velvild. Það var nefnilega þannig á þessum tímum að þegar það var verið að taka upp korn eða slíkt, að þá máttu þeir sem voru fátækir, þeir máttu ganga á eftir og taka upp það sem að, þið geti ímyndið ykkur þegar að vera að heyja eða að taka upp korn eða eitthvað svoleiðis, að þú nærði aldrei öllu. Þú nærði aldrei öllu þegar þú ert að gera þetta. Þannig að það verður alltaf eitthvað eftir. Og lög Ísraelsmanna sögðu það að þú mættir fara út á akurinn og tína það sem eftir var. Og þið tókum kannski eftir því að í fyrsta versinu stendur, kemur allt í einu, er nefnt á nafn hann Bóas í fyrsta sinn. Fyrsta versinu segir, Naomi átti þar frænda mannsins, ríkan mann af ætt Elimegs og hét hann Bóas. Síðan lesum við að Rut ætlaði að fara út á akurinn og svo lesum við að Rut fór og týndi á akurinnum á eftir kornskörðamönnunum. Og henni vildi svo vel til, og Biblían svona gefur til kynna að kannski Guð hafi haft nú eitthvað með það að segja, að muniði hvaða akur hún fór á, hvaða teig hún fór á. Það var akurinn hans Bóasar, sem var í ætt við Elimeg. Og Bóas, hann var greinilega ekkert svona einhver venjulegu maður að því virðist, hann virðist hafa verið mjög trúaður maður og hann virðist hafa komið mjög vel fram við sína þjóna og þá sem störfuðu fyrir hann. Því að í 4. versi lesum við, og sjá, Bóas kom frá Betlehem og sagði við kornskurðamennina, drottin sé með yður. Hann er að koma út á akurinn, hann er að athuga hvernig þeir hafa það, hann er að bera þeim blessanir Guðs. Og þjónar hans, þeir svara, drottin blessi þig. Þjónar hans
virtust hafa það gott, þau virtust vilja honum það allra besta líka. En Bóas var lítið athugull og lét sér annt fólk að því virðist, því að í 5. versi mælti hann við þjón sinn sem settur var yfir kornskurðarmennina: hverjum heyrir þessi stúlka til? Og við lesum áfram í 7. versi að öðrum kafla: þjónninn sem settur var yfir kornskurðarmennina svaraði og sagði: það er móabisk stúlka, sú sem kom aftur með Naomi frá Móabs landi. Betlehem var greinilega lítill staður. Það fór ekki fram hjá neinum að Naomi hafði komið tilbaka og að móabísk tengdadóttir hennar hefði komið með. Og svo fáum við að heyra hvernig hún talaði við þá. Í versi 7 hún sagði: leif mér að tína upp og safna saman bundina á eftir kornskurðarmönnunum. Og hún kom og hún hefur verið að frá því morgun og þangað til núna og hefur ekki gefið sér neinn tíma til að hvíla sig. Ekki nóg með það, hún hafi komið eldsnemma morguninn til að tína, þá stoppar hann ekki til að hvíla sig. Hún er mjög dugleg, segir hún og yfirmaður kornskurðarmannanna. Og það er þá sem að Bóas snýr sér að Rut og tala við hann í 8. versi: heyrð þú, dóttir mín, far þú ekki á annan akur til þess að tína, og far þú heldur ekki héðan, en haltu þig hjá stúlkonum mínum. Gef þú gætur að þeim akri sem að kornskurðarmennirnir skera upp og gangt þú eftir þeim. Ég hef boðið piltunum að amast ekki við þér. Og ef þið þyrstir, þá gaktu að ílátunum og drekka því sem piltanir ausa. Lögmálið, reglunar á þessum tíma voru þannig að hver sem mátti koma og ganga á eftir og tína. Það var í sjálfu sér ekkert annað en bara að fylgja þeim reglum sem voru, en það er nokkuð í sögunni sem bendir til þess að það var ekki alltaf farið eftir því. Stundum voru menn að reka í burtu eða passa að taka allt svo einir fátæki fengi ekki neitt. En Bóas gerði það ekki, en Bóas fór líka aðra leið. Hann gekk ennþá lengra en bara leiðin að ganga óáreittri, sem var hefðin og reglunar. Heldur sagði hann: gang þú hér hjá stúlkonum mínum. Hún þurfti ekki lengur að vera eftir þeim sem tíndu, heldur mátt hún tína upp það sem var verið að skera. Fyrir okkur sem þekkjum ekki þessar hefðir, þá getum við kannski hugsað: já, þetta er nú svolítið fallegt á honum, en þetta er miklu meira en bara fallegt á honum. Hann er bara að segja: þú mátt fá ókeypis korn á mínum akri og taka það bara upp eins og þið sýnist. Það er ekkert grín. Það mátti ekkert hver sem gera það. Og ekki nóg með það, þá mátti hún líka fá að drekka af vatninu sem var fyrir þjónustufólk hans. Og ekki nóg með það að þá við skulum halda áfram og lesa í 10. versi. Þegar Rut heyri þetta, hver voru viðbrögð hennar? Hún féll fram á ásónu sína í 10. versi og laut niður á jörðinni og sagði við hann: hvers vegna sýnir þú mér þá velvild að víkja mér góðu, þar sem ég er þó útlendingur? Og Bóas svaraði og sagði við hana: mér hefur verið sagt allt af því hvernig þú hefur farist við tengdamóður þína eftir dauða manns þíns, og að þú hefur yfirgefið föður þinn og móður og ættlendi þitt og farið til fólks sem þú þekktir ekki áður. Drottinn umbuni verk þitt og laun þín verði fullkomin, þú hlýtur af drottni, Ísraels Guði, þar sem þú ert komin til að leita skjóls undir vængjum hans. Rut svarar áfram: ó, að ég mætti finna náð í augum þínum, herra minn, því að þú hefur huggað mig og talað vingjarnlega við ambátt þína, og er ég þó ekki einu sinni jafningi ambátta þinna. Rut svarar stutt og af mikilli virðingu sem var í samræmi við þær hefðir og þann tíma að maður sýndi sig þakklæti, en hún hélt ekki langar ræður heldur. En við sjáum að Bóas, hann var greinilega að fylgjast vel með. Hann hafði heyrt af því hversu Rut hafði verið góð við tengdamömmu sína, og svo þegar hann heyrði að hún var hér út á akrinum að vinna fyrir tengdamömmu sína og sjá fyrir henni, þá gat hann ekki annað en verið dáðst af því og lofar hana fyrir það þrekvirki sem hún var að vinna.
Í 14. versi þá kemur matatíminn og Bóas segir við hana, komdu hingað og eta af brauðinu og dýf bita þínum í vín ediksblönduna. Þá settist hún hjá korskonumönnunum og hann rétti henni baka korn og hún át sig satta og lifði. Síðan stóð hún upp og fór að tína. Hún mátti engan tíma missa, hún hélt áfram að vinna. Þá lagði Bóas svo fyrir piltana sína og má einnig tína myllubundina og gjöri henni ekki megin og dragi jafnvel öx úr hnippunum handa henni og láti eftir liggja svo að megi tína og eigi skuli þér atrið hana. Hann gengur ennþá lengra í að gera það auðveldara fyrir hana að safna sem mestu. Síðan tíndi hún akrunum allt til kvelds, hún barði korni úr því en hún hafði tínt, þá var það hér bil Eva af byggi. Og ég var nú reyndar að reyna að googla hvað Eva byggi væri mikið og ég fekk svona 4 eða 5 mismunandi niðurstöður. En mér skilst að það skipti, Eva sé ekki, þegar við hugsum oft bara í kíló, en Eva er mæleining sem tekur umfang, þannig að það skiptir máli hvaða sem er ein Eva af einhverju, hvað þungt. En mér sýndist að þetta sé svona einhvers staðar á bilinu 13 til 16 kíló af byggi, afurðinni, ekki að því að hún fór þarna og hún hún barði korni úr því sem hann hafði tínt. Þannig að hún náði að safna alveg töluverðu magni og ég held að ástæðan fyrir að það teki sérstaklega fram út af því að þetta var mjög stór, þetta var mjög mikill skammtur sem segir okkur bæði það að hún var mjög dugleg en líka það að Bóas, hann blessaði hana og hjálpaði henni, hann hvatti hana áfram. Hann ekki bara leyfði, hann hvatti og hann gerði það auðveldara fyrir hana að safna bygginu. Og hún fór með það aftur til tengdamömmu sinnar og sýndi henni hvað hún hefði tínt. Síðan sagði hún frá því hvert hún hefði farið. Það var þá sem að tengdamóðir hennar sagði, við sjáum hún tók það fram að hún hefði meira að fengið að borða. Hún hefði lyft þegar hún var södd. Og þá spyr tengdamömmar hennar í 19. versi, hvar hefur þú tínt í dag og hvar hefur þú unnið? Blessaði sér sá sem vikið hefur þér góðu. Og hún sagði tengdamömmu sinni frá hjá hverjum hún hafði unnið og mælti, maðurinn sem ég unni hjá í dag heitir Bóas. Og Naomi, hún náttúrulega þekkir ættfræði mannsins síns og hún segir í 20. versi við Rut, blessaði síðan að drottni sem hefur ekki látið að miskunni sinni við lifandi og látna. Og Naomi hélt áfram og segir, maðurinn er okkur nákominn, hann er einn af lausnarmönnum okkar. Þið kannist kannski við þetta orð lausnarmaður, kannast við það kannski ekki við það, en þessi lausnarmaður, og þið sjáu þið allavega í 1981 útgáfinni, að þá svona lítið af fyrir aftan og stendur lausnarmaður fyrir neðan, orðrétt endurlausnari. Þetta er einhver sem hafði þá skyldu að leysa inn aftur það sem hafði farið út úr ættinni. Þannig að Bóas var ekki bara hver sem er, hann var nákominn og hann var einn af lausnarmönnum okkar. Þá sagði Rut hin Móabíska í 21. versi, hann sagði við mig, haltuðu hjá mínum piltum uns þeir hafa lokið öllum korskurði hjá mér. Og hún segir, Naomi, gott að þú farir út með andbátu hans. Þá munu menn eigi áreita þig á öðrum akri. Það var ekkert víst að hún hefði verið örugg, að hún hefði farið eitthvað annað. Hún tók mikla áhættu í raun og veru að fara út á akurinn og vinna þar ein sem útlendingur í ókunnugu landi. En hún hélt sér þar uns byggskurðinum og hveitiskurðinum var lokið. Og það er þá allt, þá erum við komin hann í júni-júli, við erum komin í júli í lok þessar tímabils. En það er þá sem að Naomi hugsar með sér að Rut hafi reynst henni ótrúlega vel, en hún vill búa henni framtíð, tengdadóttur sinni.
Og hún segir við hana í 1. versi 3. kafla: Dóttir mín, á ég ekki að útkvaða þér athvarf til þess að þér vegni vel. Þú hefur verið með stúlkunum hans Bóasar, en hann er frændi okkar. Sjá, hann varpar í nótt bygginu af lága sínum. Og hún fær, það er verið að, sem sagt, þetta er ákveðin tímapunktur þar sem hefur verið að láta vera að skilja hismið frá, og þá er þetta notað, þessi aðferð. En Naomi gefur henni leiðbeiningar, og við sjáum þar í versi 3: Þvoðu nú og smyrð þig og fari í önnur föt og gakk ofan í láðan, en láttu ekki manninn verða varan við þig fyrr en hann hefur etið og drukkið. En þegar hann leggst til hvíldar, þá taktu eftir hvað hann leggst niður, og gakk þú þangað og flettu upp ábrauðinu til fóta honum og leggst þar niður. Hann mun þá segja þér hvað þú átt að gjöra. Og Rut, hún treysti Naomi, tengdamömmu sinni. Og það er kannski gott að bara taka það fram að það er ekkert í orðalaginu sem bendir til þess, og sérstaklega líka þetta er bara skrifað í Biblíunni svona, síðsona. Það er ekkert í orðalaginu sem bendir til þess að þetta hafi falið í sér að það ætti að vera einhvers konar tæling eða eitthvað slíkt sem væri partur af þessu. Það er ekki hægt að lesa, það væri hægt að reyna að túlka það, en út frá samhengi þá passar það ekki alveg við. Sérstaklega þegar við sjáum hvernig Bóas bregst við. Við sjáum í 7. versi 3. kaflans að Bóas, hann var í góðu skapi, og þetta var búið að vera gott sumar, þetta var gengið vel, og hann fer og leggst ábyrgðin til fóta og lagðist niður. Hvíldar við endan á kornbingnum. Þá kom hún hljóðlega, fletti upp ábyrgðin til fóta honum og lagðist niður. En miðnætti var manninu bylt við, og hann settist upp, og sjá, það lá kona til fóta honum, og hann sagði: Hver ert þú? Hún svaraði: Ég er Rut, ambátt þín, breið þú væng þinn yfir ambátt þína, því að þú ert lausnar maður. Munið hvað Bóas sagði í 2. kafla, 13. versi. Drottin umbuni verk þitt og laun þín verða fullkomin þú hlýtur á drottni Ísraels guði, þar sem þú ert komin að leita skjóls undir vængjum hans. Breið þú væng þína yfir ambátt þína, því að þú ert lausnar maður. Rut minnir hann á það að hann er einn af lausnarmönnum. Hann minnir hann kannski á sá skyldu sem hann hafði, og þá svarar hann: Blessuð sért þú af drottni, dóttir mín. Þú hefur nú síðast sýnt elsku þína enn betur en áður, með því að elta ekki unga menn, hvorki fátæka né ríka. Við getum alveg ímyndað okkur, það kemur ung kona til Betlehem, og það hefur kannski verið aðrir sem voru að eltast við hana. Það getur vel verið. Og verð nú óhrædd, dóttir mín, að öllu sem þú segir mun ég við þig gjöra, því að allir samborgar mínir vita að þú ert væn kona. Nú er það að vísu satt að ég er lausnamaður. Og við lesum við í 12. versi: En þó er til annar lausnamaður sem er nákomnari en ég. Vertu hér í nótt, en á morgun, ef hann vill leysa þig gott og vel, þá gjör hann það, en vilji hann ekki leysa þig, þá mun ég leysa þig, svo sannarlega sem drottinn lifir, ligðu nú kyrr til morguns. 14. versi: Hún láti fóta hans til morguns, þá stóð hún upp, og áður en menn gátu þekkt hvor annan, því að hann hugsaði: Það má ekki spyrjast að konan hafi komið í láðan. Og hann sagði: Kom þú með möttulinn sem þú ert í, og halt honum út. Og hún hélt honum út, lesum við í 15. versi, og þá mældi hann 6 mæla byggs og lyfti á hana, síðan fór hún inn í borgina. Og þegar Rut kemur til tengdamömmu sinnar, lesum við í 16. versi, þá spyr Naomi hvernig það hafi gengið. Og hún sagði að hún er frá öllu sem það hafi gerst. Og svo sagði hún að hann hafi sagt: Þessa 6 mæla byggi, eða svo segir hún: Þessa 6 mæla byggs gaf hann mér. Versi 17:
því hann sagði, þú mátt ekki fara heim til tengdamömmu þinnar með 2 tómar hendur. Og Naomi segir við hana, vertu kyrr hér og uns þú fréttir hvernig málum líkur, því að maðurinn mun ekki hætta fyrir hann leiðir þetta mál til lykta í dag. Bóas sagði, ég mun sinna skyldu minni, ég mun leysa því til mín, en þetta er ferli sem þetta þarf að fara í, það er eitt sem er á undan og ég þarf að leysa úr þessu máli. Og í 4. kaflanum, og ég fæ að stytta hérna aðeins, í 4. kaflanum þá sjáum við hvernig þetta kerfi virkaði, hvernig þetta lausnamannakerfi virkaði, að Bóas kallar þarna frænda sinn, sem er merkilegt að nafn hans kemur aldrei fram, en þetta var frændi þeirra, sem sagt, þau voru báðir frændur Elimex, og hann segir hann, komdu og sestu hérna, og svo segir hann við öldungana, komið þið öldungar, og svo segir hann, í 3. versi 4. kafla, Akurland það er Elimek frændi okkar átti, hefur Naomi selt, sú sem heim er komin úr Móabslandi. Og ég hugsaði að ég skyldi láta þið vita það og segja, kaup það nú í viðvist þeirra sem hér eru og í viðvist öldungafólks míns. Ef þú vilt leysa það, þá leystu, en ef þú vilt ekki leysa, þá segðu mig frá því, svo ég viti það. Því að enginn er til sem getur leyst nema þú og ég eftir þig. Það voru þessar 2 lausnamenn. Það voru bara þessi 2 sem gáttu leyst eignina tilbaka. Land er á skondum skammti á þessum stað og ættir gátu alltaf keypt landið sitt tilbaka og þeir báðu þarna skyldu til þess að gera það sem lausnamenn. Og sá ónefndi frændinn segir, ég ætla að leysa það. Hann segir, ég ætla að kaupa þetta. En þá segir Bóas, leið þú kaupir landið af Naomi, hefur þú og keypt Rut hina Móabísku, ekkju hins framliðna, til þess að reisa nafn hins framliðna á arfleið hans. Bóas myndan á það að hann gæti ekki bara keypt landið og ekki séð ekkjuna. Þá kemur pínu Bob í bátinn hjá frændanum. Lausnamaðurinn sagði, ég get ekki leyst það handa mér, því þá kynni ég að spilla arfleið minni. Þá fór hann að ágjöra því að endurlausnarnir, þeir áttu raun og vera að eignast arfingja fyrir þann sem að látin var. Og þetta hugnaðist frændanum ekki. Hann vildi ekki láta spilla arfleið sinni. Og það er kannski ástæðan fyrir því að nafn hans bara ekkert getið hér. Því að hann vildi ekki spilla arfleið sinni, en síðan var hann bara hvergi getinn. Þannig að það gerist akkurat öfugt. Já, því að hann hefði þurft að keypti Rut hina Móabísku, ekki sem hins framleiða, eru við 5. versi 4. kafla, til þess að reisa nafn hins framleiða á arfleið hans. Og það hugnaðist lausnamanninum ekki. Hann segi, leystu þú handa þér það sem ég átt að leysa, því ég get ekki leyst það. Og þeir staðfestu þetta með því að hinn tók skóinn af sér og fékk honum. Og það var vottfesting í Ísrael. Og þá sagði lausnamæðurinn við Bóas, kaup þú handa þér, og tók af sér skóinn. Og Bóas segir strax, þér í dag vottar því að ég hef keypt af Naomi allt það sem Elimek átti, svo allt það sem þeir Kiljón og Mahlón áttu. Einnig hef ég keypt Rut hina Móabísku, ekkju Mahlóns, mér að konu, til þess að reisa nafn hins framleiða á arfleið hans, svo að nafn hins framleiða upprættist eigi meðal bræðra hans og úr borgarhlið hans. Þér eru vottað þess í dag. Og fólki sá að þau voru vottar af því, sjá við 11. versi. Og öldungarna sögðu þar í 11. versi, við erum vottar af því, drottin gjörir konuna sem í hús þitt kemur, slíka sem þær voru Rakel og Lea, báðar reistu Ísraels hús. Veittist þér vald í Efrat og verður þú frægur í Betlehem. Verði hús þitt sem hús Peres,
sem Tamar fæddi Júda, fyrir afspringi það sem drottin gefur þér við þessa ungu konu. Og öldungarnir sáu, og við sjáum að Bóas gengur síðan að eiga Rut í 13. versi, og hún ól son. Og Naomi tók aftur gleði sína. Þið munið Naomi sem í upphafi sögunar hafði mist allt, hún fékk aftur gleði í að sjá son Rutar, og hún tók honum og varð fóstra hans. Og það er áhugavert í 17. versi stendur: og grannkonunnar gáfu honum nafn og sögðu: Naomi er fæddur sonur, og nefndu hann Óbeð. Óbeð var faðir Ísai, föður Davíðs. Þið sjáið endurlausnarinn fyrri sem ekki vildi leysa Rut út til að varðveita arfleifð sína. Hans nafn er ekki ritað í Biblíunni, en nafn Rutar og Bóasar er það svo sannarlega, og ekki nóg með það að nafn þeirra eru rituð í Biblíuna, heldur var Rut þá móðir Óbeðs, faðir Ísai, föður Davíðs konungs. Þú minni, ég nefndi það að það væri mjög líklegt að þessi saga hefði verið rituð niður seinna og tímum Samúels. Og það er einmitt vegna þess að hér kemur sérstaklega fram þessi ættleið. Og ættatalan frá Peres er líka rekin, þar sem að þetta eru, þar sem að Bóas er ættingi í beinanlegg frá Abraham, og Rut verður hluti af ættleið, af ættartölu Davíðs og svo af ættartölu Krists. Þannig að endurlausnarinn sem að veitir huggun, sem við sjáum í síðustu versunum, það var ekki bara hann Bóas, sem var svona dæmi um endurlausnara, heldur segir í 14. versi að konurnar sögðu við Naomi: lofaði sem drottin sem eigi hefur látið þig bresta lausnamann í dag, svo að nafn hans muni nefnt í Ísrael. Hann mun vera huggun þín og ellistöð þín, að tengdadóttir þín sem elskar þig hefur alið hann, og hún hefur verið þér betri en 7 synir. Guð einhvern veginn blessaði þetta allt saman. Og Rut reyndist Naomi vel og Naomi reyndist Rut vel. Þær voru trúfastar Guði og Guð blessaði þær. Og þannig, í gegnum trúfesti hennar, varð Rut hluti og var ættmóðir Davíðs, hún var ættmóðir sjálfs Krists. Mér var hugsað til þess að sögu því að nýlega las ég á samfélagsmiðlum þar sem að það er maður sem var áður múslimi, sem að snerist til trúar, til kristinnar trúar, og skrifar á samfélagsmiðlum og öðrum leiðum og er að ná til annarra múslima. Og hann sagði: það var ekki fyrr en ég las Rutabók að ég áttaði mig á því af hverju Kristur þurfti að verða maður. Hann sagði: lausnamaðurinn þurfti að vera ættingi. Lausnamaðurinn þarf að vera ættingi. Hann þarf að vera skyldur okkur. Hann þarf að vera eins og við. Og það var áhugavert því að margir hafa kannski ekki tengt þessa Rutabók við það, þó að tengingin sé augljóst með lausnamannin. En þetta fannst mér svolítið skemmtileg hugsun og eitthvað sem við getum skilið eftir okkur og hugsað enn meira um. Rutabók er ekki löng bók, en hún kennir okkur um kærleika, hún kennir okkur um staðfesti í trúarstaðfesti, og hún kennir okkur líka um það að Guð getur notað okkur öll og hann getur leitt okkur öll. Kennir okkur líka það að Guð hefur oft langtum betri áform fyrir okkur heldur en að við höldum. Langtum meiri, telur miklu meira varið í okkur heldur en við höldum stundum sjálf. Hann vill leiða okkur og hann vill vera með okkur og hann gefur okkur og hann er
besti lausnamaðurinn. Hann vil ná til okkar og hann vil ná til allra. Og jafnvel Rut, hinn Móabíska, hún gat verið partur af hans arfleið og nafn hennar ritað í Biblíuna og okkur til fordæmis. Alveg eins og börnin syngja, ég vil líkjast Daniel og ég vil líkjast Rut. Megi Guð blessa ykkur öll í Jesú nafni. Amen. Já, nú skulum við syngja lokasálmin okkar. Þér, Jesús, hef ég heitið, 359. Ég
ykkur að rísa á fætum. Ég ætla að lesa blessunarorðin sem að þessu sinni eru tekið úr Júdasarbréfi, 24. og 25. versi. En honum sem megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lítalausa í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist drottin vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald yfir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Já, þá er bara spurningu, er einhverja tilkynningar? Einhver með tilkynningu? Já, Adrian, gjör svo vel. Hvað á ég að segja? Tell them about the praying in French. Tú dilo en inglés y yo lo traduzco al islandés. Okay. Just to remind you, Bara að minna ykkur á, on Fridays, yesterday we had a praying meeting. í gær